Hæ, elsku Sunnuva mín. Hæ, elsku Birta mín, hvað segirðu? Ég ennþá að ná mér. Það ekki? Jú, ennþá. Ég líka. Maður bara svona, wow, þegar fólk að spyrja mig bara, hvernig var? Já, ég held ég sé svona fyrst að ná mér núna. Já. Ég held deginum eftir live show og miðvikudeginum að þá hef ég ennþá verið í þessu miklu adrenalíni. Ég var alltaf ekki eins þreytt og ég held ég myndi vera og svona, ég var bara svona bara tilbúin bara að höfum svona kistlu. Já. Svo í morgun þá var ég bara, ég er out. Það var ekki sjens fyrir mig að vakna, sko. Nei. Ég var bara, oh my god. Já. Úff. Það var ekkert. Þetta er svona þreytu þinga, hattur mig. Þetta er 100% það, þetta er bara þreytu þinga. Já. Það er alveg erfitt að vera, þú veist, þreytuþunnur og þunnur, sko. Já. 100%. Jafnvel verra. Ef eitthvað þess. Já, ég var til dæmis mjög oft, ég var ólétt þreytuþunn. Já. Þá var ég kannski bara búin að gera eitthvað gett lengi, eitthvað eins og bara áramóturum þá vakti ég gett lengi og svo var maður kassálutur Það akstrála á þér, sko. Já, en þá vaknaði ég bara eins og ég hef, auðvitað drakk ekki súpa neinu en mér leið bara eins og ég hef verið bara þunn. Já. Og það var bara 100% þreytuþinga. Það er ekkert mikil munur á tilfinningunni, sko. Nei, það er nefnilega ekki. Nei. Það er það ekki. Fólk sem er að keyra sig út verður bara þunnt, sko. Já. Ég var alveg smá þreytuþunn í morgun, sko. Já. Hvernig varst þú? Ég er alveg búin að því, sko. Það ekki? Jú. Og eiginlega já, eins og í dag er 5 dagur, erum að taka upp. Og það miðvikudagurinn var verri fyrir mig, sko. Já. Nei, skárri. Já, skárri, já. Það er sama, ég var ennþá á okkur adrenalíni á miðvikudeginum, bara svona ég náði alveg að halda mér úti, þetta gerðist, ennþá að fara yfir alla sem tökku okkur og setja í story og vera bara, oh my god, eitthvað. Bara takk allir fyrir að koma að læsja og það var svo gaman, ég trúi ekki til búið. Ég trúi því ekki. Ég trúi því ekki. Og bara 1000 þakkir til allra sem að komu og heldur bara ammæli okkar með okkur og voru þarna og hlóa af okkur þegar við sögðum eitthvað aðsnalegt og bara 1000 þakkir fyrir styrktaralinn okkar. Já, you truly made it happen, sko. B-Pro, Subway, Dorma og svo fengur geggja neonskilti neonskilti.is sem er ógeðslega flott. Hengið upp inn í stúdíóið. Já, allan að tepóið. Já, það er ógeðslega cool. Fengum svona tepóið live show og ógeðslega flott. Þú veist, já. Bara 1000 þakkir til ykkar. Dorma, ef þið sá myndir þá vorum við í sófum. Geggja sófar. Ég var einmitt að hugsa hvort þau ættum kannski eitthvað svona mixtur upp hérna inni og kannski gera eitthvað nýtt og vera kannski með sófa eitthvað. Það var ekki kósí eitthvað. Er ekki alveg, maður fer alveg tepóið í sófum? Já, allan daginn. Allan daginn. Það er kannski eitthvað til að hugsa fyrir næsta season. Já, við þurfum að fara að huga nýju seasoni, sko. Já, við þurfum að fara að huga að svo miklu, elsku Dúlla mín, sko. Já, Dúllu krúttin eitthvað. Við erum ennþá með sumarsísona því við erum bara búin að einbeita okkur live show-inu. Já, það er búið svolítið svona að taka allan fókus og við ætlum að taka upp þátt á miðvikudeginum þennan þátt og gefa hann út náttúrulega í dag á 50deginum sem við erum að taka þetta upp en við vorum bara, þau hljótu fyrir ekki okkur, við erum alveg búin að ráði. Já. Það var alveg smá erfitt, sko. Líka ég var í tökum og frumsýningu og eitthvað vesenni á daginn eftir, sko. Ég veit fyrir ekki okkur. Já, annars hefði við gert þetta, reyla smá mér að kenna. My business schedule, sko. Já, en þau fyrir ekki þér. Og ég fyrir ekki þér. Og Embla þurfti knús. Embla þurfti knús. Hún var ein heima bara. Já, hún var ein heima. Hún var alveg bara. Nei, hún var í góðri bussun. Já, ég segi svona. En já, fyrst getur við fórum svona lengi burti frá henni. Já. Við vorum mættar að gera eitthvað til 3 og oh my god, og svo outfitin okkar. Er það grínast? Er það djóka? Það var svo gaman líka að velja outfits og eitthvað. Við vorum að pínu svona vlogga behind the scenes, við kannski reynum að setja það saman sem fyrst og já, bara ACP og gefa það út. Oh my god, þetta var svo það er bara eitt orð sem okkur dettur í hug og það er takk og við elskum ykkur og þeir eru best og love you besties og eins og við sögum á Instagramun okkar að við truly eigum besta hlustanda hóp á þér. Ég held að sé bara argue with me, við erum alveg saman, sko. Ágríns. Ég held að sé truly the best. Bara shoutout á stelpunum sem keyrir frá Siglufirði með kæmstum sínum. Love you. Alla sem komu, alla sem dróðu foreldra sína með þegar við hrættum að vera undir aldri eða eitthvað, fyrst. Já. Bara alla. Love you guys. Love you guys. En þessi þáttur. Þetta var svona í tilefni að því við ætlum að taka þetta upp á miðvikudeginum, þá heldum við að við myndum vera í smá þingu ástandi. Já. En maður fekk svo smá freyðivín eftir á og fórum með vinunum heim til mín og þurftum að skála. Já, maður skála fyrir. Þurftum að skála þeins. En það er náttúrulega bara þreytingan, sko. En áður við förum inn í það, þá ætlum við að segja ykkur frá
minn ykkur afsláttakóðan okkar hjá Lega Spa, organicskincare.is og við getum farið þangað fram á sunnudag, útsundaginn, þá getið þið fengið 20% af öllin á legaspa.is organicskincare.is með kóðanum Tebodit og fáið ykkur ylvötnin Royal Kashmir ég bara nýti þetta það er aldrei afsláttur á þeim nei, aldrei þannig að þú veist do it while you can, please do og líka bara glósera með C-vitamin maskarnir fara að hlusta alla þættin okkar bara allt sem mælum með, það er bara basically alla vörunar ef þið sáu hvað vorum tannar á live-sjónu þá er það því að við tókum tanna okkar af með saltskrúbunum og svo settum við nýtt fresh á þannig að guys, you know what to do Tebodit líka bara geggjað fyrir eitthvað maskakvöld skilur, kaup sem möttmaskan og vakamaskan og eitthvað cozy, það er núna season þar sem voru það hugsa ekstra vel húnna því að það er kallt og þurft og er eitthvað meira cozy en að bara oh my god, pældi hvað cozy, setja sér maska bara möttmaskan, fá sér heitan tebolla undir seng og vera að horfa á okkur í sjónvarpinu það er cozy horfið á okkur í sjónvarpinu YouTube í sjónvarpinu það er ekki cozy mér finnst það geðveikt cozy bara upp í rúmið eða upp í sófa eða eitthvað ég verði við ekki ná, ég var búin að gleyma hvað er cozy að horfa á eitthvað upp í rúmið núna erum við sem sagt að við erum að flytja og við erum að græja nýju íbúðin okkar hann á meðan búum við inn í herbyggi hjá bróðurans Gunna og hann er með sjónvarp við rúmið og ég er bara, má hvað það er cozy ég þarf að fá sjónvarp aftur upp í rúm finnur það bara? Já, ég er svo mikið kúrukartibla ég vil bara þú veist, líka upp í rúm og cozy já, þetta er ekkert eðla cozy sko ég saknaði svo mikið að vera með ég var með sjónvarp upp inn í herbyggin ég færði það fram en ég ætla bara að kaupa annars sjónvarp og koma aftur inn ég hugsa, ég er núna alveg svona þetta er svo cozy þú varst búin að tala við mig eitthvað þú vilt ekki hafa sjónvarpin í herbyggja þú varst búin að tala svo vel að hafa ekki þannig ég bara, ok, það er kannski rétt maður þarf kannski bara að vera stofinni þá það bara herbyggja er svona sofustæður en god, það er svo cozy þetta er ógeðslega cozy en ég held samt að ég mun ekki gera það ekki? Nei, út af því eina örugglega ástæðan okkur ég bara svona, nei, við munum ekki gera er að því að beint á móti rúmin okkar er fataskápur það þyrfti að koma á hliðina og það er bara ljótt það er bara svona það bara skemmir því aesthetic það er eiginlega eini gallinn já, illa hönnuð íbúð ömurlegt það er kannski er þetta bara flott fyrir ykkur en ég bara þoli ekki að vera með tölvun upp í rúmi að horfa á eitthvað það er bara ekki mitt þeng það sopna ég ekki ég elskar að sopna yfir einhverju en ég get alveg sopna hvernig sem er það er bara svo cozy, sérstaklega um að tala þingu skilur að bara vera fyrir rúmi að horfa á eitthvað og borða fyrir rúmi ef ég er þunn heima þá er fyrir sængjum fram í sófa og þú veist þá bara verður það að rúminu mínu þegar ég þú veist er heima mér nákvæmlega en ok, við ætlum líka að minna ykkur á að það er aldrei eins mikilvægt að þrjá bustana sína 100% ég líka núna eins og ég var að segja og ég geta endtaka mig út af flutningum, þannig að allt ótum mitt er í kassa og ég bý bara svona ykkur ferðartösku og er bara svona að redda mér núna næstu 2 vikur eitthvað og ég finn ekki sprayið mitt jú, ég bara ég veit það og ég finn ekki sprayið mitt og ég er bara svona og ég er orðin svo vön að þrífa það svo oft að núna er ég bara maður líður bara illa að nota I feel musty for you 100% það er bara svo ógeðslega mikið þú veist, munur á bustunum þú veist, á bara áferðina á make-upinu og öllu þannig að við mælum með Mr. Co sprayjónum til að þrífa bustana það er svo fucking auðvelt, sorry, ég ætla ekki að blóta ég er alltaf blótandi, jæsus minn það er bara, hey, take us as we are sorry en þið getur fengið allar ég held að það selt mér þessi líka Hagkaup og mr&co.is eða mr.co.com whatever you choose to search þannig að æði að geta pantað á netinu og líka æði að geta bara hoppa bara út í búð ég veit það, ég veist eins mikið ég elska netið þá elska ég líka að geta bara náði í hlutina strax því ég er alltaf þann típa stundum ég þarf þetta núna annars bara svona gleym ég að ná ég að fatta þau líka svona við erum svona þannig eins og við sjáum húsgagn á netinu og erum bara núna og líka þú veist ef ég kaupi eitthvað sem þarf að hengja upp þá vil ég fá það núna upp, ég ætla ekki að býja og ég ringi þá kannski byrja að ringi pappa, hann kemst ekki að ringi kannski tengdó, hann kemst ekki að ringi í kærastana mömmu og hann kemst ekki, þá er ég bara ég geta okkur sjálf, þess að mér langar annars bara að læra þetta að því nenni ekki þurfa að býða eftir einhverjum öðru, ég nenni ekki þurfa að treysta okkur annan
100%. Getur ekki fengið ykkur til að kenna okkur versta spegla og myndir og... Já, ykkur skápa að whatever, skilur. Það er ekki að skápa, sko. En ég meti svo, en ég var að kaupa mig lítið borð á hann. Já, þú sendir snapp að kaupa borð, þú vorst ekki bara að sína mér það? Nei, ég var að kaupa lítið liðaborð. Einu sem ég er að hugsa ég er búin að vera bara í, þú veist, að svona stúsast. Einu sem ég hugsa bara, vá hvað ég spennt að vera heimsýta saman. En hvað er alltaf að hafa? Hliðin á bara svona kósistólinu mínu. Já. Svona lítið borð sem að gekk út. Ó, vá hvað ég laka til að sjá það. So nice. Er það svona svo að geta sett tepullan niður þar þegar sest í sófaðin? Já. Ég er bara alltaf í þessu sófa. Já. Bara besti stóllinn minn. Elska. Stóll. En við ætlum að fara yfir mér finnst það alveg gett áhugavert topic eitthvað svona, hvað gera stjörnurnar í þingunni? Einmitt, maður svona verða þau þunn, skilur Einmitt, but they're human þau verða það, sko. Af því að ég fann einhver hangover cures 17 hangover cures frá frægu fólki og inn í sviga og alvöru fólki. Ég var bara frægt fólk, ekki alvöru fólk. Hvað meinar þú? Okay. And real people. Ekki eitthvað and other people. Bara regular people eða meira, veist, real people verður svo gróft. Já. Þess að sé ekki real. Hittir bara allt, lizard people. Já, angaris. Þetta er ekki alveg. Þetta er bara fake. Oh my god. En, ok, ég kannski byrja, hver er þín rútína? Sko, eins þú kannski veist mig, þá verði ég eiginlega aldrei eitthvað þunn. Nei. Ég verði eiginlega bara svona, þá erum við að tala eftir daginn eftir gott jam, skilju. Það verði meira bara svona, þreytt. Já. En samt þannig get ég ekki sofið. Já, það er svona held ég bara típa af þingu. Já, það er það, sko. En þú veist, ég verði ekki svona ömuleg, skilju. Ég get fara að gera hvað sem er, fattar þú? Sumir sko bara rúmleikis, eru bara out. Ég þoli það ekki, að ég vil bara þrífa og ég vil fara, að því maður er kannski bara svona, vá, hvað ég vil aumingi maður. Ég held að það sé bara svona undir með minn, þannig ég vakna bara alltaf klokkan 9, byrja bara að þrífa allt, þú þurfi ekki að þrífa, ég er svona þrífa, taka til, reyna alltaf að gera allt svona eins og, bara svona delete the evidence, fattar þú? Bara svona, ég er ekki last night never happened. Ég er góð, sko. Já, einmitt. Og svo fer ég bara að hlaupa eða eitthvað, skilur. Já. Gerðu það, ferðu á æfingu? Ég gerði eins og alltaf. Saknaði þess. Það er rosalegt, sko. Það gerir svo mikið fyrir mig. Nei, 100%. Mér líður svo bara það er bara control to delete, bara það er farið. Úff. Það er svona fullkomin. Að ég fokkið þinga hugar ástand, sko. Það er það. Nema þú sér svona magaþunnur, það er vest. En þá bara, þú veist, kannt ekki að drekka eða eitthvað, skilur. En þú hefur samt alveg 8 svona dag sem þú veist ekki get productive í þingunni, eða ekki? Jú. Já. Algjörlega. En þá ég er svona típa sem ég elskar að vera productive. Já. Og það er alveg erfitt fyrir mig að eiga bara alveg leysdag. Ég reyna alltaf að finna eitthvað svona... Já. Samt í alvörunni, ég held ég byrja alltaf daginn að þingunni að taka til. Það? Ég er eitthvað skrítin, sko. Nei, ég must það geggjast. Líka að maður er búin að vera með eitthvað fólk hjá sér eða eitthvað. Já. Það eru glös og eitthvað á borðinu, ég meika það ekki. Ég vil bara strauja alltaf og bara svona, það er ekki þinga hér, skilur. Nei, ég myndi ekkert happen, ekkert gerist þetta. Ekkert, nothing happened. En maður er alveg 8 svona báða típur, ég var alveg 8 dagar sem var svona bara fullkomin þingudagur, svona var ég bara svona að gera fljótan á þessu úr mér og, þú veist, einmitt bara svona þrífa, gera eitthvað svona productive. Ég gerir það alltaf daginn, svo tek ég út þingunni yfir þetta kvöldin. Já. Þess þá fæ ég mér eitthvað shoppiborgara eða shoppi, eða fyrir eitthvað svona juicy og gott. Já, kaupa fullt af mönsi og þú veist, að ég finnst svo leiðilegt eitthvað, ég gera ofta daginn líka, skilur, don't get me wrong, en mér mest skemmtilegast að mönsa á svona á kvöldin. Já, það er það. Annars sem bara líka, þú veist, í ykkur ruggli bara allan daginn og á kvöldið. Já. Þannig að, þú veist, ég vil oftast reyna að fá mér eitthvað svona skárra. Tiltölulega, yfir daginn og svo bara get in the carbs á kvöldin. Hvað finnst þið svona gott að fara að borða þegar þú vaknar? Sko, mér finnst það gott að fá mér bara svona bústskála eða eitthvað. Það? Eða croissant. Það? Ég er alveg croissant-gæla, sko. Ég á alltaf frozen croissant bara í ískapnum. Já, það er svo, ég var einu sem átti alltaf hann inn í ískap, eða vinnifristi, og svo næs. Það gerir, bara kaffe croissant. Líka kemur svo góð lyktin í íbúðina. Já, nei, sko, ég er með æði fyrir þessu. Ég er búin að, og ég fæ mér úrslátt bara græna djús og croissant og kaffi, en svo er ég að lesa hérna, ég veit ekki. Lady Gaga gerir nákvæmlega sama. Ég veit ekki, ég sá þetta. Ég held að þegar þú sagði croissant, ég svo, Ég er ekki að djóka, sko. What the hell? Þetta er mjög mikið tilvíðlun. Þú og Lady Gaga? Ég og Lady Gaga gerum það sama, sko. Croissant. En hún talar samt croissant sama dag og hún byrjaði að drekka það ekki? Nei, morning before. Já. Ég var reyndar
held ég, er glæð að pröfa ég vil ekki bara croissant svo oft sko. En kannski ég veit ekki alveg af hverju þú veist, já en kannski bara því að hún borða svo ótrúlega lítið af brauðmeti eða eitthvað kannski leiður sér carb up fyrir kvöldið eða eitthvað croissant ekkert eitthvað það óholt sko. Nei ég á það til að setja allt inn í Maja Feinisball bara að því mér finnst það áhugavert og ég pröfaði að setja croissant sem ég var fram með þetta bara get basic nice ekkert að því að það er croissant sko. Þannig að ég held að sé ekkert eitthvað þannig kannski, ég veit það ekki ég veit ekki alveg af hverju þetta var gott fyrir jam Nei, ekki heldur En ok, ég tek því I'll take it Do what you gotta do, girl En hún segir líka green juice Það er ósum þannig, ég elska með green juice Eftir jam same, maður líður bara eins og maður sé að detoxa maður er bara svona, ok You can't catch me Mitt helst að taka svona engiferskoti eitthvað engifer, og hann er líka bara geð mikið engifer spínat og eitthvað sítróna og bara svona release Það er ekkert betra en grænt juice samt Nei, alveg nei bara á bragðið, geðið og svo bara, mann líður eins og maður sé bara þú veist, geðið healthy mann líður ógeðslega vel Ég betur því öll að ég hef með green juice ángríns fólk sem byrja alla dag á green juice bara respekt sko. Ég langar svo að eiga svona pressu, svona safapressu en á sama tíma það er svo leiðilegt að þrífa hana Oh my god sko Þannig að ég eins og safapressu heima við vorum að vinna í bústinu vörklass þannig að við veitum nákvæmlega hversu erfitt að þrífa þessa helst safapressu en við áttum líka hann heima og ég fekk náttúrulega æði þegar við vorum alltaf að vinna í bústinu það fekk ég æði bara fyrir að gera þetta heima og ég var bara góður, það er miklu verið að gera það heima sko. Ég er bara frekar til að eða 2 skalli en við vistum maður ekki þurfa að gera kristall sko. Nei, ég raunin ekki, bara setja í búst að setja í blandra. Það er meira trefjar ef þú ert að kristall, þú ert að taka allar trefjarnir úr trefjarnir og þarf trefjarnir fyrir meltinguna hérna Good fact Trefjar er svo mikilvægar sko. Fara að lesa Fiber Fueled Er það eitthvað bókið? Já, geggjur bók okay. Hún er svona vegetarian bara svona og meltingavegin, skilur, hvað hefur góða áhrif á meltingavegin að vera vegetarian basically og pæla þá meira í fibers heldur en okkur tíma bara græmmeti eða þú veist, fiber í græmmeti bara gett mikið að tala um fiber og hvað, þú veist meltingavegurinn er bara undirstaða öllu bara heilbrigði lífs bara organ health, skilur bara allt. En mér finnst það líka einmitt bara segja, þú veist þegar maður er einmitt þunnur, þá er það þegar maður er með áfengi eitthvað í maganum og blóðinu og þörmunum og bara svona, þess vegna vill maður held ég að maður kreifir til eitthvað svona holt að þegar maður er líður svona eins og það svona bara hreinsi til Já, algjörlega, þú veist það er svo ógeðslega ekki að greifa og ég líka, þú veist bara eitthvað ógeðslega óvall líka Já En við einhvern veginn vill fyrst taka þetta, þá er ég svona, ok, ég er búin að næra mig, nú getur fengið mér eitthvað svona óholt, ég tók hans til og nú má ég aðeins skýta aftur út. Já, mitt. Það er svona millivegurinn. Já. En já, þetta er geggjur bók, sko. Þetta er ógeðslega áhugavert. Og gæn líka með podcast og eitthvað. Ok, geggjur. Þetta er eitthvað læknir. Hann er bara, þú veist, við erum bara eitthvað, þú veist, það er eitthvað microbiotics í fokkin, hérna, sem við þurfum að næra. Og þú veist, fólk er að fá colon cancer, skilur krabbamein meltingavegi út af bara það er ekki verið að næra þessar microbiotics þetta er svo fucking magnað sko ég elskar svona magnaða bækur ég veit það talandi um magnaða bækur, manstu líka í Matthew Walker bókinni Sleep Why We Sleep þá tala hann um ef maður fær lítinn svefn þá vaknar maður og maður kreifar óholt þú veist, það er bara, þetta tengist bara svefninum þú veist, líkaminn er bara svona að reyna að keyra þau út og þá bara kallar hann á eitthvað svona sveitt og korps og eitthvað svona þannig og það held að það sé líka stóra ástæðan okkur að þegar maður sefur, hann tala líka um áfengi í bókinu, maður sefur bara verð eftir að vera búin að neita áfengis, skilur og þá náttúrulega vaknar maður þreyttur og líka minn náðu ekki alveg að fara í eitthvað svefn sem að ég held líka bara að líka minn þetta er ekkert fakt, ég er bara giska að líka minn er svo mikið að vinna í því að taka áfengi úr líka minni að þú nær ekki að fara í djúpsvefn, skilur þegar líka minn er bara í allt öðru starfsemi 100% og þú veist, ég held að það sé bara 100% rétt og hann tala allan um eitthvað þannig í bókinni Vabbaði við að keyra og heyrði auglýsingu hann er að koma til Íslands hann er með fyrirlestur í Hörpunni ok, copycat ef við byrja að selja þetta því að mér langar að fara 22. nóvember, ég er ekki auglýst það neitt þannig, ég er bara svona ég er bara genuinely að segja ég er fan, ok, getur þú keypt eitthvað með eftir ég er bara ángríns Ég er big fan. Þetta er ekki auglýsinga en eitt þannig krakka mín. Ég bara þurfti að segja svona þetta. Já, nei sko, bara, ég mæli með að þessi bók, hún er svo fucking,
ég reyna að hætta að blóta, ég var í sjónvarpinu í gær og það var bara, við þurfum að bípa þig og bara helling. Já, varst það blóta svo mikið í sjónvarpinu? Já. Ég ger það svo ósjálfrátt. Já, maður gerir það og líka sérstaklega eins og þegar við erum bara hér þú heldur bara sem þú að tala um mig og við tölum bara svona saman. Já, við blótum bara mikið. Já, við erum bara svora kjaftar. Já, það er rétt hjá, við erum svora kjaftar. Ég finn þetta ekki en við finnum þetta eftir. Já, mjög til, Já, þannig að þú veist, auðvitað er líka svefn ástæðan okkur við hugum okkur, eins og við hugum okkur þegar við erum þunnar, sko. Já, ég líka, þú veist, ég las þessa bók þegar ég var að fljúga. Já. Svo flugfröða, og ég er hættar að flugfröða. Það var svona, ég las bara svona flugkaplan í bókinni. Já, ég var að segja, það er bara flugkapli. Það er flugkapli, sko, ég var bara, this is room my body. Já, og læknamistök. Þú veist, fyrir þá sem mann ekki að hlusta kannski á bókina í heilsinni, eða lesuna, þetta er podcastin alltaf með Joe Rogan, já, og ég ætla að segja það, þú veist mér fannst þér alveg nóg að hlusta á það mér fannst ekki sem ég þurfti að lesa alla bókina, já, bókina samt og ég hef svona verið að kíkja í hana en ég hef ekki klárað hana fullkomlega en mér finnst ég að fá nóg upplýsingur úr hérna Joe Rogan það segir alveg helling, sko en ef þú vilt fara alveg dýbra í þetta, talar hann eitthvað um flugkaplan í podcastinu? Hann bara svona minnist á það og hann talar hans lækna þú veist að læknamistökur eru yfirleitt gerð út af svefnleysi hjá læknum sem er bara sturlað Já, þeir náttúrulega fá ég líka svefn það er bara með kójur og eitthvað, greiðin bestu Anyways Fárlegt Allavega taka bara svefnþátt Já, við þurfum að fá svefnlækni sko. Svefnráðgjafa eða svefnlækni, er það til? Já, 100% Eða bara hann er komið til Íslands Já, oh my god og við erum bara fangurleifir sem rithöfundi Já, ágríns og það er ógislega fyndið Það er ógislega fyndið Hvað er á okkur? Ég veit það ekki Oh my god We're officially grown up sko. Já, ágríns, þetta er alveg maxilega nördalegt sko. En minn svona kannski fullkomi þingudagur ég mitt bara vakna, bara drífa mig strax í sturtu Sturtan er mjög mikið ef þú sleppur henni leðu vaknar, þá múið dagur hún undir finnst mér Sturtan gott skincare og raki á líkamann skilju það var svo ógeðslega detoxaður og ég veit oft skilju fer maður í sturtu kvöldun áður fyrir jam og þá kannski þrýfum maður hárið sitt og blásar það en að næsta vakna maður næsta vakna maður svona, ég vil ekki skemma ég samt eiginlega gera alltaf ég er bara svona, ég vil allt það er ógeðslega gott að þrýfa sér hárið þó maður sem er reynt hár sko já, bara svona, ég vil eins og segir, bara svona delete it þetta er líka svona smá gufubað já þannig að það geggja líka að fara bara í spa bara gufu þá er því svona meira þreyttur já, samt bara svona endurnærð ef þetta er sunnudagur skilur þarf ekki að vera að gera neitt þá myndi ég vilja gera það kvöldið fara í spæð já, svona seinnipartin kannski en ég sé bara svona fullkomlega þingudagur hjá mér sem er svona I act like a proper human being er bara svona vakna fyrir sturtu svo er mitt bara svona taka eitthvað svona smá til fá mér svona tiltölu að holta borða og bara eitthvað svona þú veist fara eitthvað eins og húsi það er svona skemmtilegt já, það er bara svona eyðir þingunni já, mér finnst það ondis næst að fara bara þú veist, bara í ykkur búðir, skilur bara svona fara að skoða húsgögn eða fara í IKEA þú veist, bara eitthvað bara fara að skrefin og það er svona, eitthvað ekki, bara svona þú veist, að þetta er hugur þetta er alveg mikið hugur þetta er það maður er eitthvað vorkina sjálfur sér eitthvað en svo hef ég alveg átt þannig daga þú veist, það sem vorkina sjálfur já, bara þingudagar sem ég vakna og bara fyrst það sem ég gerir að panta með Dominos já, 100% en þá er líka sá dagur hann ætti að eyða honum úr dagatalinu mínu hann var bara glataður já, og því þú kemur á kvöldinu og þá og maður næri ekki að sofna heldur kvöldið nei. Það sem ég er að reyna að gera er að þreyta mút svo ég geti farið að snemma orku, að því maður er eitthvað bara svona þú veist, þegar maður tekur 100% þingudag þá næri ekki að sofna að þú ert að vera bara upp í rúmi eða upp í sofa allan daginn og eftir kannski að dotta allan daginn eitthvað svona inn og út og eitthvað svona ekkert betra en smá power nap í þingudeginum ég tók sko power nap í dag það? Já, þú veist, ég er samt ekki þunn henni þannig nei, þú standur örgulega ennþá svona smá já, bara svona þreytu þunn sko ég er alveg ennþá þar sko í dag ég lagði Emblu fyrir fyrsta lúr og hann er alltaf yfirleitt fyrir eitthvað langur hjá henni kannski svona 2 tímar ef ég er heppin og ég svona fór upp í rúm, kveikt á Grey's Anatomy upp í rúmi svo var ég bara svona alveg að sofna og ég svona, ég slekk bara sjónvarpinu og svo bara steinsofna en ég var alltaf svona, heyri ég nú alltaf engar áhyggjur neppa en þetta var, já, það var ógeðslega en ég vaknaði samt bara svona, hvað ári er og það er enda best ég elska því að ég bara að sofna í 20 mínútur og ég bara endur já, ég sá hann bara svo lengi held ég og svona leitna hálfu sem ég neppaði þægilegt sann sko
Bákvæði jealous. Já, og svo í gær því ég var svæfana þá sofnaði ég líka með henni og vaknaði eftir 1,5 og var svona Svo cozy. Já. Sakna naps. En það svona, fullkomin dagur bara svona vakna styrstu, eitthvað tiltölulega holt, komin aðeins úr húsi, bara gera eitthvað, bara þarf að gera merkilegt, eins og segja, bara eitthvað íkjað, eitthvað þannig og svo fá sér kannski skyndibitið kvöldi, eða jafnvel elda bara eitthvað góða máltíð. Já, eitthvað pasta, eitthvað kvöldið, eitthvað svona. Man líður eins og maður sé fyrir mig alltaf hreinu maður eldar þingudegi, sko. Mér líður eins og maður alltaf hreinu ef ég elda punktur. Já, ok. Bara yfir höfuð. En klárlega. Það er mikið, við erum að lýsa svo mörgum fullkomnum dögum. Já. Það er svo mikið sem að maður elskar að gera maður þinnur. Annarkvært þetta típan sem er bara eitthvað að eyða þingur úr lífinu þinni, eða það er bara eitthvað chilla og njóta þingudegsins, sem er alltaf geggja líka. Klárlega. En er eitthvað sem þú gerir þegar þú kemur heim af djamminu til þess að fyrirbyggja? Ekki þegar ég kem heim. Eða þú veist, ég tala bara svona... Jú, ég fæ alltaf að borða. Já. Alltaf. Það er ég ætla að mynda að segja. Mér það var ógeðslega mikið key. Þú ferð að borða fyrir svefn, þá vaknar minna þunnur. Það er bara þannig. Og ég man þegar við vorum í MS sérstaklega, þú veist, sko, hvað stoppuðu ofta Subway? Alltaf. Það var bara bátu fyrir svefn. Það var bara must have. Og stóð svo svona alltaf. Geðveikt. En 100%. Ég fæ mér alltaf, þú veist, það er kannski líka ástæðan okkur maður svona að meina svona að eyða þingunum daginn eftir. Já. Við erum búin að fá svo skyndibita og kannski örugglega út að borða líka kvöldið og eitthvað. Eða góða ristas en að grilla samloku. Já. Hún er aldrei betri en eftir djam, sko. Grilli samloka í svona 3-hyrningagrilli. Já. Kóktusós. Love it. Herru, stjörnundar. Herru, þær verða þunnar því að þær eru greinilega human. Já, greinilega, það er bara að ljúga. Já. En hún leit ekki okkar, svo tölum á hann. Já. Hún fyrir líka að fara í jóga. Ég held í alvörunni að það sé ógeðslega næs að fara í jóga. Það er talað nefnilega að líkaminn okkar svona, eins og ég hef heyrt mjöðminnar að það var ekki Helgi Ómars líka að tala um þetta við okkur. Það er svona að það haldi fullt af tilfinningum og eitthvað svona og ákveðnar hreyfingar hjálpi þér að losa við tilfinningar úr líkamanninum og eitthvað. Guð, alveg? Já. Mér rámar í þetta? Já. En vá, hvað er áhugavert? Og fyrir að gera eitthvað svona, ég veit ekki. Ég hugsa að jóga sé fokki mikið snild á þingudegi, sko. Líka Khloe Kardashian, hún tala líka um jóga og hún segir út af því að þegar þú ferði ykkur the child pose, svona fósturstellinga. Er það fósturstellingin? Já, ég held það. Já. Það er eitthvað svona hringrás of the lymph, því ég man ekki alveg hvað lymph er á íslensku. Já. Er það ekki vökvinn á milli... Nei. Það er eitthvað lymphvökvi í líkamanninum sem að hjálpa þér við að taka eitrefni úr líkamanninum. Sem fer í eitthvað balans eða stimuleitar þarna í jóga í þessar stellingu, skilur. Já, þetta er alltaf stellingi sem að leggst svona Já. Ég myndi ekki kalla þetta baby position. Child's pose. Þegar við hugsaum fósturstellinguna, hugsaum bara svona þegar maður turrliki á hlið. En þetta, ég samt sá fyrir mig þessa stellingu þar sem þú liggur eftir krjúpandi og fer fram. Já. Það basically næstu eins og hundrunum að liggjandi. Já. Þú til að svona situr á njánínum einhvern veginn eða þú veist á hælinu þínum. Já. Og beigið fram. Já, það er stelling, sko. Ógeðslega. En þú veist að segja að Khloe Kardashian mæli með þessu? Já. Og hún segir að þetta hjálpar þessum vökva lymph, circulation of the lymph. En hún tala líka eins og Khloe segir líka að ekki ættir bara að drekka mikið af vatni, heldur líka kókosneitu vatn. Og það sé eitthvað major hacks þegar þunnur. Ok, ég verður aldrei að pröfa það. Te og sítrónuvatn með smá engifyr. Ég reyndar sítrónuvatn er eiginlega það fyrsta sem ég kreifa eftir djam. Fullt að klaka, vatn og sítrónur. Það minnir mig bara smá vodka soda, sko. Já, ég drekk það svo lítið að það minnir mig ekki á það. En ég bara svona þarf eitthvað svona sem ég veit að hjálpar við að eyða út eitthvað. Ég er nefnilega elska að djúsa, bara, þú veist. Já. Feska djúsa. Og mig geði mikið að klaka og bara helst engifyr, sko. Já. En sítrónu vatn myndi bara minna mig á kvöldið áður, sko. En Kate Hudson, hún talaði um eitthvað svona að við vorum að tala um djúsa, hún talaði hún fær sér helling af tómatadjús. Já. Bara Bloody Mary. Basically, náttúrulega bara minus the alcohol, en bara tómatadjús. Svo segir hún yfir daginn borður hún mikið af ferskum ávöxtum og avokado
ástandi að taka inn hellinga vítamínum sko, já mér finnst avokado er svona eitthvað sem að bara, mér finnst þess að sé að hjálpa mér já, eða? Já, svona bjarga mér bara já, avokado ég ætla að elska avokado, sko bara best sem ég veit er að fá með avokado, egg og sriracha, sko já, það, það er að kaupa sriracha þetta er bara búið já, en ég bara skil ekki fólk sem borðar tómatadjús, hvernig þetta er þetta í hug? Já, ég fatt ekki alveg, sko bara aldrei kynst fólki sem að gera þetta nema því ég var að fljúa þá var bara alltaf svona einu mannski í fluginu bara, I'll have tomato juice það? Já, ég bara, are you sure? Aha. En hefur ekki smakkað svona góðan tómatjús eins og bara á friðheimum? Jú þeir eru alveg góðir en ekki bara eitthvað dós nei, úi ég get ekki ímyndað mér að það sé gott bara eitthvað volt eitthvað nei en það er gott eða bara eitthvað friðheim bara eitthvað fresh já, mér finnst það alveg en þetta er ekki eitthvað sem ég langar í þetta er svona, ég fekk mér þetta þegar ég var á friðheim já, bara gaman að smakka, skilur ángurins en hérna Cameron Diaz já hún er svolítið svona relatable kannski fyrir marga en hún segir að hún fær sér eggja McMuffin þannig að morgumaturinn á McDonald's þá kemur alltaf svona egg McMuffin já, þú veist þá kemur svona alls konar McMuffin eitthvað svona hún fær sér eggja McMuffin og bjór í þingunni hún segir þú þarft að drekka meira af áfengi til þess að drepa út hitt áfengið hvað heitir þetta aftur? Afréttari? Já, afrétta bara tengja já, tengja nei, hérna, Julia Roberts, hún segir líka bara að það er svo gott að fá þessu kampaðisglas sko. Og ég gæti alveg verið sammála ég vakna og mér langar ekki að sjá áfengi eftir mér langar bara helst að skrá mér meðferð eða eitthvað já, það fyrir eftir náttúrulega bara hvernig í djamu þú varst að taka hvað varst að drekka já en ef þú ert að vakna á laugardegi þú getur alveg fengið við höfum oft fengið okkur mimosa í hádeginu sko eftir djam mimosa er svo gott já, það er góð punktur nei, þú veist, sérstaklega svona, þú veist það er svo ógeðslega margir sem afrétta með bjór og ég tengi bara svo lítið við það ég bara get ekki nei, sko að því bara mér finnst bara bjór vondur svona eitt og eitt skipti sem ég get fengið með bjór og þá er ég bara algjöru stemmingskasti já, same það er bara svona, það er eitthvað svona sól úti og það er einhvern búin að prógrama hausi minna núna ég ætlar að fá sér bjór já, eða það bara að það er ekkert annað í búið það er bara svona, ok, fine I'll do it já, en ég tengi svo lítið við það þannig að því ég heyri svona afrétta með bjór það er svona, þá myndi ég bara æla það er næst, ég get frekar afrétt með freyðina kampa já, og með mós, svo fest þetta er bara basic að fá sér djús og gríns já, ég skil það bara mjög vel ups en já, hérna Ed Sheeran hann segir að bjór sé sin bara helsti óvinnur það er bjórinn sem að lætur hann bæta á sig aldrei sinni þyngd, hann segir Ed Sheeran já. En hérna, hann hætti samt að drekka bjór í nokkuð tíma, hann hætti bara að drekka bjór og hann sagði hann að mist fullt af kílóum en núna í dag segir hann fá sér kannski 1 bjór og svo er hann bara meira svona í vodkasóta eða vodka svona, þú veist, hann fæ sér 1 bjór til að leyfa sér og svo er hann bara svona meira í þú veist, hinum drikkjunum sem innhaldi ekki mikið hveiti eða eitthvað. Já, líka bara sigra drikki, maður verður miklu þunnur á því, sko. Já. Þannig að vodka sóda er bara að þú vilt ekki vera þunnur. Án gríns. True. En hann segir, morgunin eftir að þegar hann vaknar, hann er kannski búin að drekka þá kannski mikið af frekar sterku, er að stórt glas af Sprite og sko flötu. Oj. Já, Sprite. That's the trick, segir hann. Ég elska bara sódavatn bara. Já. Ískalt sódavatn. Tjögga það. Mér langar bara í festvatn. Að það? Mér finnst vera svona ég verða að fá okkur með smá bræði held ég. Eða svona, ekki bræði, bara búblum. Já. Þess að ég elska líka bara vatn. Ég ger það líka, en sódavatn er bara svona, já. Þú er svo að kreifa það, já. Já, og líka reyndar Sprite að segja upp eitthvað þannig, skilur. Já, svo gott. Svo gott. En hann segir flatt Sprite. Ég myndi aldrei velja flatt, ég myndi fá mig frekar bara venjulega Sprite. Kannski þetta Sprite sem hann notaði sem blandi einum áður og það var flatt. Nei, það meikar enga sens. Má ekki tengjast hvernig áður, sko. Reyndar sammála. Að það ekki? Jú, 100%. Já. En ég var sem eitthvað að sér hans eitthvað blanda í eitthvað. Heldur það? Það sé bara í vodka. Já. En hérna Prins Harry, okkar, hann elskar að fá sér strawberry milkshake, jarðarbershake. Ég gæti það alveg. Ég gæti súklaði shake, sko. Ég gæti strawberry. Og franskar með. Já. Við höfum oft rætt þetta. Ég gæti það. Við höfum aldrei gert það saman, sant? Hvað er það? Ég veit það ekki.
Við erum alltaf að fara að gera það, svo gerum aldrei neitt. Sökum. Paris Hilton, vinkun okkar sem í öllum. Nánast, það svolítið langt sem við heyrðum í henni. Já, hún hafa tróðsinn hinga. Já, hún hafa tróðsinn hinga. Hún segir að hún fæ sér bara stóran hamborgara. Með fullt af frönskum líka. Já, stóð ekki eitthvað quarter pounder eða eitthvað, já. Quarter pounder, það alveg mikið, sko. Ég veit ekki hvað mikið. Nei, en það hljóma mikið. Já, þetta svona stór burger. Og svo fær hún sér stórt kókglas með. Já, það bara kókglas með klökum. Það toppar það ekkert. Ekki neitt, sko. Ekki neitt. Nei. Og ég finn ekki mikið bragðmun af Coke Zero og Coke, en það eitthvað við original Coke svona í þingunni sem maður bara Ég tím alltaf original, sko. Mér finnst það raunin engin mig. Ég geti raunin bara að drukja allt, sko. Já. En bara venjulega Coke fyrir mér bara svo klassik. Mér leið bara þessi jól, sko. Ándjóks. Herðu, Hugh Grant. Já. Það ekki maður hann akkur minna hann með að Julia Roberts. Þau leikur saman. Í einhverju? Ekki hann leikir Downton, nei ekki Downton myndina sem hún gett fræg og já Notting Hill, hún svo góð. Já, hún svo góð. Elskar hana. Það góð myndir sem horfa á í þingunni. Já. Svona feel-good myndir. Já, chick flicks. Já. Sammála. En hann elskar að fá sér spaghetti bolognese. Hann segir bara works the wonders. Ég geti það alveg. Já, ég sá eitthvað annar líka sem var spaghetti bolognese, ég man ekki hver það var. Já. Það alveg, ég elska bara spaghetti og pasta og bara. Spaghetti og pasta og allt. Love it. Jú, það var Cara Delevingne. Já, hún fílaði líka spaghetti bolognese. Vá, komið lókar pasta núna. Já, mér lókar alltaf í pasta. Líka. Ok, sko hann James Bond Daniel Craig. Yes. Hann segist drekka drikk sem heitir Pedialyte og þetta basically fyrir börn og þetta svona þú veist pínu Powerade skilu, þetta eitthvað svona megur svona steinefnum og vítaminum í eða eitthvað svona electrolyte drikkur, ég veit ekki hvernig maður útskýra betur íslensku en það er vist til þannig fyrir börn og hans, þú veist, og maður gefur börnum það ef þau eru svona dehydrated, kannski lasin eða eitthvað þannig. Já. Hann segist drekka það þegar hann vaknar. Þetta er auðvitað gott bragð, þetta er auðvitað eins og bara eitthvað, þú veist, Powerade eða eitthvað. Nefnum bara svona Powerade fyrir börn. En hann segist drekka það og hann sagði að hann har lært það af Mark Wahlberg. What? Og svo segir Miley Cyrus drekka það líka. Byrju okkur þurfum við að fara að smaka það? Þetta er Pedialyte, já. Þetta er alveg, þú veist, þetta er svona ekki á að hjálpa unga börnum, eða ungum börnum að þetta er svona, já, bara svona Er þetta ekki bara steinefni eða eitthvað? Þetta er bara steinefni, skilur. Já, bara eins og Powerade. Powerade, Gatorade og allt þetta. Já. En bara fyrir börn. Já. Það var ekstra eitthvað í því. Ekstra, eitthvað svona vítamín sterta eitthvað, I don't know. Kannski minni sykur eða eitthvað, ég veit ekki. Já. Kate Winslet, hún elskar að fá sér sausage and bacon. Já, hún er svona feel svona enskur breakfast og glas af appelsínsafa. Hún vill sveitamatinn. Já. Já, ég skil það alveg sko. Ég er að stundum í því í því stuði. A full English breakfast, það er alveg margir að segja það sko. Já. Fílar þannig mat, svona English breakfast, það er svona sausage, egg, baka baunir. Sko ég fíla svona part af því, þú veist, mér stundum alveg næs að fá mér, þú veist, ég hef aldrei borðað þessar pulsur, þessar sausages sem eru þarna, en þú veist, ef ég er bjó í Englandi og það var alveg mikið svona á stöðum sem maður fór á, en mér veist alveg, þú veist, mér baka baun alveg fína, mér egg alveg fínt, þetta er svona, ég þarf að vera þannig stöði, en þetta er ekki eitthvað sem ég fæ mér heima. Nei. Fattar þú? Já. En þú? Ég myndi aldrei fá mér þetta, sko. Nei. Og svo sko í skólanum úti þá var þú veist hægt að kaupa eitthvað svona matakort við, ég reynda að gera þetta aldrei en þá veist þetta að kaupa svona matakort og þá var þetta að fá eitthvað svona hádegismat í hádeginu og svo var þetta að kaupa svona morgun matakort og svo gæti maður líka bara keypt eitt skipti ef mann langa í sem ég gerði bara ef mér langa í mat þá en morgumaturinn, ég held alltaf þegar ég fór fyrst þá var ég svona það er eitthvað hafragrautur og eitthvað næs því ná ekki að borða það fyrir tíma og alltaf að fá mér eitthvað fyrir næsta tíma það var alltaf bara, það bara þú veist, franskar ég skildi ekki þú veist,
djúbsteikt eitthvað bara maður svona guys, klukkan 10 skilur á þriðjudegi. Það mesta sem ég get fengið mér egg sem að þú veist, það svona mesta svona fried, fattur þau, þú veist. Einmitt að það smá olíu á pönnunni. Já. Að fá sér bara eitthvað svona á venjulegum degi, skilur, fá sér bara eitthvað djúbsteikt bara alla mótna. Það var bara að skemma daginn fyrir mér. Ég væri bara, það var bara svona næstu því til mozzarella stangir þarna á morgumatnum, skilur, maður svona það kannski lægjurt og Tenerife í, þú veist, breakfast buffet alla daga, skilur. Já, og þú veit í fríi og bara gaman og það skiptir í morgun sér kvöldum. Já. Það er bara hafragraut. Eins og MS, alltaf bara hafragrautis. Já. 100%. En Zoe Saldana, hver er það? hún leikur til dæmis í Star Trek og Guardians of the Galaxy. Ok. Hún Gamora, sem hana græn. Já, svo. Já. Hún leikur líka í myndinni með Britney. Myndinni með Britney? Já, hvað heitir mynd? Crossroads. Já. Hefur ekki séð hana? Ég veit það, nei, held ekki. Ég held við höfum talað þetta áður, ég hef ekki séð hana. Hún æði. What, leikur hún í henni? Já. Ok, hún allavega æði. Hún geggjuð. Áður hún fer upp í rúm eftir hún át, þá situr hún eitthvað Epsom salt í bað. Já. Og sókar sig bara í 15 mínútur. Það mjög skrítið að nenna því eftir djam. Ég líka bara, ég fer átt í styrti eftir djam, skilur. Mér finnst það svo sniðugt. Já, ég nenni bara ekki að þrjá með make-upi venjulega. Það er svo þægilegt bara, já. Þá allavega sopna ég 100% ekki með make-upið. En þá vaknar hann bara daginn eftir, bara, allt kvöldið bara farið, sko. Ég myndi aldrei renna í bað og býja eftir því og setja salt og ég myndi bara sopna, sko. Ef ég ætti bað, þá myndi ég kannski alveg pröfa þetta, sko. Já. En þetta er svona lukkar hættulegt. Já, minnst það. Já. Mér sopnar og svo bara upp og bói. Já, og bara eitthvað drukna. Já. Það er ríkalegt. Mæli ekki með. Katy Perry, hún sagði bara, besta er bara In-N-Out Burger er lækningin, Sprite, huglega og sofa allan daginn. Huglega? Er ekki bara eitt öllu sem ég gerði ekki ok, I love it. Já. Þetta er mjög góð blanda, það er svona blanda öllu einhvern veginn. Þetta er bara svona burger, Sprite, huglega, sofa allan daginn. Já, sá hann ekki eitthvað eitt þeim? Nei, ok. In-N-Out Burger bara. Já. Hefur smakkað á? Ekki ég. Langsvo. Ég hef ekki góða reynslæðin. Nei. Og ég algjör Five Guys bara love it. Já, þú elskar Five Guys. Já. Þú ekki. En það að því þú borðar ekki kjöt þegar þú varst alltaf þegar allir var að fara. Já, en ég get sagt að ég fekk með Five Guys í Bandaríkjunum. Fannst það betra heldur en Englandi. Ég er nefnilega öfugt, sko. Já, en grænmetisborgarinn var betri í Bandaríkjunum. Já, ég reyndar ekki smakka grænmetisborgarinn annars. Ég sverti ekki sem hann betri. Nei, það getur verið, sko. Svo hann að Shake Shack. Pasti grænmetisborgari. Nei, Portobello borgari. Já, ég tala hann. Já, fuck, hann góður. Hann ekkert eðlilega góður. Já, bara ostur Ef það væri í Íslandi, þá væri það örugglega mjög vinsælt staður í þingur hjá mér. Já. Það er svona svo óslega margir góðir grænmetisborgar í Íslandi, sko. Já, true. En bara það er eitthvað við þannan. Og ostasósuna á franskatna þeirra. Já, svo gott, sko. Og shake. Nú langar mig burger. Mér líka. Ég verði alltaf að svöngja í podcasti. Já, ég er líka ég er alveg bara að koma matatími, sko. Já, það er að vera að koma matatími, sko. Já. En mér finnst enginn vera bara eitthvað ég fyrir að hlaupa. Nei, mér finnst það er enginn af öllum þeim sem ég las búin að segjast fara í ræktina. Já. Það er kannski allir bara eitthvað I will take this day off. Já. Og er bara að fara max í jóga. Já, sem er, þú veist, það er ekki það mikið rækt, sko. Það er eiginlega bara eitthvað að þú eitthvað chilla næs. Ég ætla að sjá hann. En já, það er bara æðislegt að Einmanniska. Hver? Sem að fyrir ræktina á þingudegi enginn annar en Kim Kardashian. Of course. Já. Þá ætla ég að gera aftur. Já. Hún fer í sumo squat svo svona, bara skottar og svo segir hún nappi svona pínum á milli setta. Þú getur það bara á sem er ræktina heima. Já. Takk smá nepp. Það er náttúrulega, þú veist, þetta er ekki sambarlegt. Þetta er ekki hægt. Þetta er ekki sambarlegt að þú bara til bílskúr og ræktin er þar. Auðvitað ferðu það oftar. Já. Yfirleitt. Ef ég væri bara með hlaupið, bara full on gym heima, þá myndi ég alltaf fara í ræktina skilur í þingunni. Ég segi það. Þá væri bara ok, ég ætla aðeins að labba. Ég tek 5 kilometra, svo fer ég styrstu og svo tek ég til og græða. Já, hvað sem næs. Máma langar að hlaupa bara þetta heim.
Ágríns. Ég elska að hlaupa eftir svona. Alltaf hata að hlaupa, bara alltaf. Svo núna ég bara eitthvað, mér finnst það svo frelsandi. Það svo næs. Þú ert bara svona að gera svo mikið í lífinu þínu, þú ert bara að taka 5 kilometra, skilur. Ég veit það. Þú ert bara eitthvað, fuck that, skilur. Þú ert bara, já. Ég bara betur allir en ég bara hlaupa 5 kilometra. Og uppáhaldsappi mitt þarna From Couch to 5K. Já, þú hefði ekki kendið mig fyrir líðin sem ég notaði. Mér finnst það snild. Þetta notaði það á bretti líka? Já. Ok, ég aldrei pröfði það. Það bara, og svo bara svona, ertu bara með aðra stillingu, vista, bara svona labbistillingu, þá bara ítur á það þegar hún segir labba. Svo bara aftur. Já, sniðið. Ég bara, ég aldrei pröfði það. Að ég þorði ekki að hlaupa úti á kvöldin í Bandaríkjunum og þá fór ég bara rektin að gera þetta þar. Mér finnst ógeðslega skemmtilegt. Þetta er appið þannig að þú eitthvað kona í eyrunni og segir bara run og svo walk eða slow down. Já, bara þjálfarið hægt og rólega upp í að geta hlupið lengri og lengri vegalengdir. Og líka fyrst, maður fær svona notifications upp á síma sinni bara svona do today's workout only takes 15 minutes og maður svona ok, fine. Ég þá halda áfram að tekta og ég get bara drulla mér út. En mér finnst á sama tíma og mér finnst mjög næs að hlaupa að þannig en því ég sé fólk út að hlaupa í rigningu og roki og bara, þá ég bara svona who are you running from? Bara vertu heima. Nei, ég bara í alvörunni alltaf ég eitthvað að labba út með brús og þú veist, ég verð að labba út með brús, skilur þetta hans hreyfing og hans klósett, skilur og það bara klikka við og ég bara, oh my god, eitthvað, já við verðum að gera það, ég verð svo bara eitthvað manneski að hlaupa en þessum eigin vilja, skilur, ég er svona hvað er það að gera? Farðu í ræktina verðu innur, þetta er bara eyrnabólgu og flöðrubólgu og eitthvað, sko þú er alltaf bara í engum, þú geð þunnum fötum og eitthvað. Einmitt, og líka hvað var daginn, þorláksmessu, þá var ég og Ívan að fara til Arons og það var bara fullt af fólki út að hlaupa, við vorum bara stay home bara hvað að þetta ykkur? Bara, þú veist, við gætum alveg orðið svona, skilur. Já, ég sé það. Þegar við elskum að vera hlaupabrettilaupa, þá hljótum við að hafa þetta í okkur. Það hlýtur að vera. Mér finnst ekkert meira satisfying en að fara í göngutúr og ná einhverjum x kilometrum, sko. Nei, þannig að þetta örugglega sama. Ég skil tilfinninguna, en ég er samt bara svona, come on, guys. Heldur ykkur fara út að hlaupa án þess að trakka? Fullt af fólki, sko. Ég held að það sé ekkert allir með úr, sko. Nei, en mér finnst það amazing. Ég myndi aldrei gera það. Nei, af því fyrir mér vellunin hvað ég náði langt. Ég er bara svona, þú veist, þegar ég fyrir út að labba með brús, ég er líka bara, þú veist, hann er líka bara heppin, skilur, því ég er bara, aðeins meira, þú veist, svona ná á úrinu mínu, skilur, skrifa honum. Þannig að þú veist bara, að fólk trakki ekki hvað fer langt. Það er magnað, það er ógeðslega heilstift. Örugglega. Og þú ert bara, já, ég er sátt í mínum haus. Fattur þau? Bara líka með minn fórist langt og hann gæt. Bara, það er líka bara fólk sem á ekki Apple Watch, bara, hvernig nennið æfingu? Já, það er bara eitthvað svona úr Já, það er bara svona, ég veit ekki hvað það er, ég get ekki fara æfingu aðeins. Ok, við spyrum samt teboskestina hvað þau gera hvað þau gera í þingunni. Fyrsta svari, sturta og hreinta rúmið. Hreinta rúmið er key. Það er ógeðslega. Ég nenni svo sjaldan í þingunni en vá hvað það er gott key. Og eins og segir hérna þegar ég kem heim og drekkum 2 vatnsflöskur, taka 3 og 2, 3 Treo? Ég prýtsa Treo, sko. Ég hef aldrei dottað þann magn, ég held ég hafa bara ekki pröfað. Nei, sko, stjúpa mín kynnti mig fyrir fyrra. Ég var bara, hvað vitleis er þetta? En drekkur það áður en fyrir að sofa? Nei, það er koffein í því, sko. Þetta er basically að fá sér, þetta er bara steinefni og allt þetta, skilur, og svo bara verkjalyf. Þannig að hausaskurinn fer og þú farið þetta bara steinefnin aftur í þig og eitthvað. En ég fæ bara alltaf Treo. Hún var eitthvað að segja við mig bara, ég var eitthvað sem hann ókslega umláði eitthvað. Hún fáði bara Treo. Ég bara, nei, þetta hjálpar ekki, bara eins og bara er, skilur. Svo bara, ok, fine. Það var bara allt annað. Vá. Mér sýnir samt þessi segja, sko, þegar ég kem heim, drekka 2 vatnsflöskur, taka Treo og 2, 3 eftirpartítöflur. Vá, það er svaka rútína, sko. Dugleg. En þú veist, þú getur alveg tekið Treo fyrir svefn, en ég er mjög betra að vakna, geða snemma, taka Treo fyrir aftur og svo vakna, þú veist, það er koffín alltaf í þessu. Ég skil þig. Sturta, fara út og Powerade. Já, fara út. Ég er sammála því. Resorb eftir djam og þegar þú vaknar. Það lítur að vera eitthvað svona vítamín, ég veit ekki hvað er. Powerade, taka til, sturta. I love it. Taka til, queen. Já. Borða banana og drekk Gatorade áður en ég fer að sofa. Já, það er rosalega margir sem tala banani hjálpir ekki.
Líka banani ávist að hjálpa að sofa. Að það? Já, ég hef heyrt það eitthvað Gátt. Að banani sé eitthvað svona Ég þarf að fá mig meira róandi banana. eða eitthvað, ég veit ekki. Er það? Nei, ég veit ekki. En ég vil alveg heyrt það eitthvað með banana og svefn. Já, bara gott vítamín eða kalsíum eða hvað sem heitir í því. Gott fyrir meltinguna. Djúpsett rækjur og núðlur. Ég gæti það alveg í þingunni, sko. Vá, ég líka. Ég elska núðlur. Ég fæ mér alltaf sjaldan. Já. Þú gerir eitthvað geggja núðlur heima það grínast, hvað er góðar það? Ég þarf að herma því. Nei, sko, nam. Þú veist líka bara með rækjur og eitthvað fancy, sko. Já, ég ætlaði að fá mér núðlu bara, á ekkert. Svo átti ég bara að eta mami, rækjur og svo notaði ég bara kimchi hot sauce og hvítlauk og það var svo gott, sko. Sturtu borða Netflix. Reyndarlega geði kósi tíkudagur. Já. Og ég elsku að segja sturtu. Þú veist, það er bara svo mikilvægt. Skóla alltaf þess. Eitt að segja hérna, ég verð þannig sé ekki þunnur, en það er möst að fara í sturtu því að vakna. Nákvæmlega. Það hjálpar. Taka ónæmistöflu og tjöka vatn fyrir svefn. Hvað? Það er bara eitt svarað mér, það er ekki búin að sjá það. Jú, úi. Það er ekki að lesa það. Alltaf að lesa það. Nei. Ég segði það bara. Nei, ég bara vissi að þú myndi segja oi líka. Nei, ég get ekki trúa að þetta hjálpi með þingu. Nei, við skulum ekki, þetta er smá svoðalegt. Ég bara vissi að þú myndi bara hjá þér og reyna svona. Ég myndi aldrei lesa þetta. Ég veit það, og þú voru svona, segir ekki eins og neitt, þú búin að, nei, þetta gerðist ekki. Þessi skilbók kom bárust ekki. Já. Það er algjör prúða. En þetta er pirrandi fyrir hlustendur. Já. Hlustendur, mér finnst brund virka vel. Já, og Birta bara getur ekki orðið brund. Nei. Sjáðu, hún er ekki svo að djóka. Nei, ég er ekki að djóka. Mér finnst þetta ógíslegt. Ættu. Borða vel eftir djam og þamba Powerade, einmitt. Það er gott. Drekka vatn eins og motherfucker sem seinsattur ekki partí og svo Gatorade og íbúfennan áttborði. Sko, vatnið í lok kvölds. Mikið að því. Já. Sammála. Já, það er ógeðslega mikilvægt. Svo við sem líka, minnst allir vera geitur sem nenn að setja eitthvað á náttborðið. Vera geitur? Já. Ég hef aldrei heyrt þess að segja það. Þú er fokkið geitur, sko. Þú er ekki töffar allt í henni. Ég er töffari. Ég kallar ekki að prúða. Núna er ég svona, restore my image hérna. Fokkið geitur. Já, sammála. Það eru geitunar. Já. Ok, líka eitt svona. Finnst þú ekki vera heimskari þegar þú ert þunn? Jú. Ég ángríns, ég er ekki með heila sjálfur. Ángríns. Ég er bara eitthvað, ángríns, það er hrikalegt. Þú veist, ég er ekki að svona sljó. Já, ég líka. Þú veist, þegar þú spyrir mig spurningu og ég er svona já, bara svona kortir í stundina. Maður er geðveikt eitthvað svona. Þess að það hefur verið svo fyndið að taka þegar maður þátt þannig. Já, og ég fer fokkið mikið, ég fer mjög mikið í galsa. Já, ég líka. Ég fer bara galsa bara í klátskasti, En það hlýtur líka að vera þreytan. Já. Að maður er bara svona á okkur svona orkustíi sem að eitthvað er bara svona vara. Það er svo gaman að fara að galsa. Það er svo skemmtilegt. Sund og skella sér í kalda pottin. Vá, það er harkan. Já. Sveittu matur allan daginn og tjögga allt Powerade sem er til er. Ég hef alveg átt svona dag og þeir eru alveg líka næst, sko. Já. Sofa vel og það er ekki hægt. En ok. Það er óslega margir sem geta það. Bara, Bensi segir alltaf bara já, reynda Gunni líka, hans getur bara sofið til 2-3. Já, ég er alltaf verðnum klukkan fangin 9, ég er bara, af hverju get ég ekki sofið? Ef ég með áfengi drakka áfengi, þá vakna ég 9 næsta, 8 eða 9 næsta og það er bara ekki fræðilegur. Nei, ekki séms. Ekki nema kannski svona setnum daginn. Mögulega getur tekið nap. Já, ég sé það, svona setnum daginn getur nappað. En samt reyni ég að gera það ekki að því ég vil freka sofna snemma aftur. En, já. Svo vel fara á æfingu, fá með kaffi og góð morgumat og ekki vorkina sjálfur mér. Já. Er það þú? Já, það hlýtur að vera ég, sko. Laga til, vatn fullt af naps og eitthvað fressa borða, salat, smoothie og ískaldir ávextir í sammála, það er ógeðslega gott. Þó maður gera það ekki alltaf, en það er key, sko. Já. Taka æfingu, taka til og hafa allt hreint til að gleyma gærkvöldinni. Þetta er líka þú. Þetta er ég. Mákar margir þess að ég elska ykkur. Ok, hérna er eitt sem við erum ekki búin að ræða, sem ég er sammála. Ok, eins og trjá og sund. Sund er þingubanni. Já. Langt síðan ég hef gert það. Langt síðan ég hef farið í sund. Hvernig var þetta sund? Ég man ekki hvernig var þetta sund, sko. Þú farið sund á Akureyri, held ég. Já. Ég get ekki sagt þér. Ég held þetta fyrra ekkert tíma. Já, en sko sund svona, sérstaklega að vera vetri til, finnst mér. Fara svona sund, svona heita pott og köldi til, eitthvað svona. Ég geri það aldrei. Nei, það er kósi. Eins og segir bara, hún skilur okkur ekki. Já.
Powerade, Treo og B-vitamin. Hvað það hlæja? Eitthvað annað? Hún skilur okkur ekki. Kannski manneskja bara veit ekki hvað áfengi eða þynga Það er jafnrétti, allir fá að lesa svo við fáum að lesa um öllum. Powerade, Treo og B-vitamin. Ég hef aldrei tekið B-vitamin. Ekki heldur, nú langar mig að pröfa það. Treo, orkudrykkur og juicy matur. Mér bara finnst orkudrykkur smá svona shaky. Það? Já, þú veist, ég þori ekki að taka nema svona aðeins seinnipartin. Já, ég fæ mig seinnipartin. Já, að því þú veist... En nema ég sé að fara að gera eitthvað að snemma. Já. Það var bara... En svona, að því ég er svona smá tæp í manum kannski. Að það verður svona magaþunn. Það er best, já. Ég verða eiginlega mjög sjaldan út af því að ég borða alltaf og drekka vatnið. Já, það er ekki að hjálpa magaþungunni. Og líka eftir að ég fattaði að bara ég á ekki að drekka rom sem í mojito og þannig. Ég bara get ekki drukkið það. Þá verð ég ónýtt í maganum. Já, það er líka alveg key að fatta hvað maður getur og hvað maður getur ekki. Ef ég blanda kvöldi, ég kannski fæ mig freyðvins og hvítvins og koktela. Új. Já. Það er bara fyrir eftir hvað koktela ég fá mér. Það er reyndar. Já, einmitt. Drekka hálfan til 1 lítur af vatni fyrir svefn every time eftir drykju. Það er key. Hætt að drekka snemma og skipta í vatn miðnætti og keep enjoying the buzz. Já, það er líka gott að drekka vatn bara svona inn á milli, skilur við. Já. Svo við erum alltaf að fá þig vatn inn á milli. Það er best að því þegar maður fyrir svona út að borða og fá sér koktela og eitthvað. Já, það er alltaf vaskla sem með. Ég drekk alltaf svo mikið vatn út af því. Já, reyndar. Og kannski gleymi þegar maður bara heima. Já, fattar þau? 100%. Og það er fluga inninni. Nei, hvað er hún? Er það ekki döður? Nei. Var ekki eitthvað að segja ykkur frá að það var geitungur daginn? Jú, það var eitthvað að segja. Hætt að drekka, já, ég var að setja. Búinar. Bora kolvetni fyrir svefn og eiga allt til Powerade, Gatorade í ískáp. Það eru bara allir með sömu rútínuna, sko. Já, Treo og vatni. Yum núðlur áðurinn fyrir að sofa. Ég gert það. Það? Já. Ég vil ekki pröfa það. Hæ? Ef það er ekki tilnætt heima, skilur við. Það er alltaf til núðlur. Það er svona eitthvað alltaf til, já. Ég gera þarna, alltaf ég fæ mér núðlur, bara talandi það. Og kannski ekki gera svona eins og fancy sem ég gerði ennum daginn, sem tók svona ógslustund tíma. Ég ger alltaf, ég sá Kylie gera eins og niður. Hvað? Hann tekur núðlunar og gerir bara svona núðlu vatn eitthvað, setur smjör og hvítlauksalt og smá af kryddinu. Þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Hvað tíma langar að pröfa það? Ég ger þetta eiginlega alltaf. Þetta munar svo miklu, sko. Það verður svona ógeðslega svona buttery og mjúkar núðlunar. Svögött. Ég fekk mér núðlur út í Boston. Það var svo stelpa sem var með mér í skólanum sem var, ég man ekki frá hvað land hún var allavega, og það var núðlur sem verið gerðar í Hennarlandi, svona selt, bara svona, þú veist, bara vinsælasta brandi þar. Við pöntum okkur þannig Amazon því hún var bara, I preach this, það er eitthvað við þetta. Bestu hands down núðlur, að því að kryddið, og það kemur sko svona chili olía með. Ég elska þannig. Það er líka í núðlur. Já, þetta var bara svona, ég oft smakka jöminu. Það var eitthvað að segja frá okkur svona núðlum daginn. Kannski er það sömu. Ég ætla að senda á vinn minn eftir hvað núðlur voru að borða. Ég elska núðlur, sko. Ég líka. En því ég var lítil. Getur þú gert svona mökkbang með að reyta fullt af núðlum? Já, svo til. Og líka svona núðlu uppskriftum að því að þegar ég var lítil, þá fekk ég alltaf núðlur og mamma setti alltaf ostsneið úti. Já. Og þá bráðnaði það svona. Já, það var ekki mikið, bara svona smá og gera svona smá svona creamy. Það er svona elskar ost svona mikið. I love you mom, love you cheese. Þú varst ostur í fyrra lífi. Já. No joke. Hvaða ostur var ég? Cheddar. Já. Nei, þú ert meira Havarti, sko. Þú ert alveg Havarti-típan. Já, og ég elska Havarti. Þú varst gráðostur. Ég elska gráðost. Ég get alveg gráðost. En miklur ost. Ég er alveg til í það. Gráðost sósa, hvað er betra? Það er ekkert betra. Nei. Ok, áfanga. Okay. Herri, takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta, love you guys. Óbyttu, næstu vika er sko spooky season. Svona það er að koma fucking Halloween. Það er að koma Halloween. Ok, við ætlum að fara undir búin og gera okkur bæ. I love you.